Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Háaleitisskóli í Reykjanesbæ í rauninni alþjóðlegur grunnskóli. Því að hér eru 7 af hverjum 10 nemendur sem eru af erlendum uppruna. Við ætlum að kíkja inn í skólann og ræða þar við skólastjórnendur, en við ætlum að byrja á því að fara inn í frímínútur og sjá krakkana og ýmislegt skemmtilegt sem hér í boði. Jæja, krakkar, Stormur og Sunniva, hvernig að vera hérna í Háaleitisskóla? Það bara mjög fínt, gott félagslíf hérna. Skiptir það máli? Já, það alltaf gott að hafa gott félagslíf út í að hjálpa mér mikið út í lífinu. Já. Það gott að geta hvílt sig í frímínútum, ekki? Jú. Já. En hvernig nú þetta einstakur skóli í rauninni, hvað það mikið af krökkum sem eru ekki fædd á Íslandi. Hvernig gengur það? Bara mjög vel, ég held við tökum mjög vel á móti öllum og þannig, já. En nú eru þau kannski vel að sér í íslensku. Hvernig gengur að vera með samskipti? Það bara mjög góð samskipti. Mestaginn tala ensku og ef ekki þarf við kennara sem tala þeirra tungumál. Ég heyri að það sé svona góður andi í skólanum. Já, það alltaf góður andi í skólanum. Já. Hvernig gerist það? Því að nú eru þetta kannski krakkar af misjöfnum uppruna, getur við sagt? Ég held að það sé alveg mjög stór partur af því að við erum öll öðruvísi, þannig að við getum öll fundið hluti sem að við tengjumst öll og bara unnið saman að vera vinnir. Þannig að þetta gengur allt saman bara mjög vel? Já, bara allt mjög vel. Hvernig gengur vikan fyrir sér? Þetta bara stuð í frímínútum og gengur vel í tímum? Já, það alltaf mjög mikið stuð og allt mjög gott. Já, þannig að félagsmiðstöðin, hún kemur hérna inn í frímínúturnar og í rauninni þið eru líkið í félagsmiðstöðin í frímínútum? Já, það oft þannig að það eiginlega alltaf bara félagsmiðstöðina. Þannig að við erum með svakalega gott samstarf, búin að vera núna með bara tilraun í 1 ár, hvernig samstarf milli 88 hússins, Fjörheima og Háaleitisskóla. Þar sem að við erum með tengilið og þá forstöðumaður félagsheimilisins hér, hann Jón Ragnar, staðið sér einstaklega vel. Þar sem að við höfum verið með opið þá í félagsheimilið bara í frímínútum og svo í hádegismatnum og svo komaðu seinnipartinn 3 í viku, sem unglingastigið og miðstigið 2 í viku. Og þetta bara frábært samstarf og maður sér það bara þegar maður lappar hérna inn eins og sást áðan eða þið sáuð bara þegar við löpum inn í frímínútum og það allt að gerast, menn að tala saman, menn í biljard og borðtennis og fótboltaspili og bara eins og ég benti réttilega á, það voru engir símar á lofti og þannig að þetta svona, og núna að fara af stað sem sagt bæði Akurskóla og Stambuskóla. Þannig sama prógram og við erum búin að vera að keyra núna í heilt ár. Þannig að ég vona bara svo innilega að það gangi eins vel hjá þeim eins og þau hefur gengið við okkur. Jón Ragnar, þú ert yfir félagsmiðstöðinni hérna. Hvernig gengur starfið hérna? Starfið hérna hefur gengið frábærlega. Við byrjuðum í raun fyrir nokkrum árum. Það var þannig að krakkarnir hérna upp á Ásbrú voru að skila sér minna í íþróttir og almennt tómstundastarf. Þannig að þáverandi skólastjórinn, Friðþjófur Helgi og Raggi Steinar, sem deildarstjóri hér, töluðu við mig og við ákveðum bara að búa til í raun félagsmiðstöð upp á Ringul. Og það var til þess að krakkarnir fóru bara að skila sér bara betur, til dæmis inn í félagsmiðstöðarnar upp í Keflavík, eins og Fjörheima. Það fór að vera auðveldara fyrir mig að nálgast þau og geta komið þeim inn í íþróttir og svo bara sjálfsögðu að vera í einhverju starfi hér. Þannig að í fyrra var ákveðið að opna bara opinbera stofnun hér og ég var ráðinn í deildarstjórastarf. Það hefur gengið bara ljómandi. Við höfum verið að fá mikið af krökkum inn, 20-25 krakkar bæði í miðstigi og unglingastigi. Og við höfum verið að fá líka krakkarna sem hafa verið í deildunum eins og Friðheimum. Við höfum verið að fá krakkar sem eru hérna í alþjóðlegri vernd og komið inn í starfið. Og
það hefur gengið það vel að það var ákveðið að opna líka inn í Akurskóla og Stapaskóla. Þannig að tómstundastarf hér í Reykjanesbæ er klárlega búið að stækka og þetta væri rauninni svolítið byrjunin á því, fyrir utan Fjörheima. Þannig eins og fyrir utan kannski það sem krakkarnir koma fyrir utan skólastarf, þá er hérna í Háleitsskóla, þá eru þau rauninni að tengjast félagsmiðstöðinu líka. Þið eru með aðstöðu hérna fyrir þau í frímínútum. Já, í frímínútum á hádeginu. Eftir að við byrjuðum með þetta í fyrra, þá hefur það bara líka orðið þannig að eins og agavandamál til dæmis hafa orðið töluvert minni, skemmtiverk á göngum og svo framvegis. Almennt hef ég heyrt það frá starfsfólki að jákvæðara viðhorf og það er bara auðveldara að nálgast við þannig. Oft er þetta bara, þú veist, eins og fyrir krakka, bara að hafa eitthvað að gera. Við erum náttúrulega símalaus skóli og þegar þetta var þannig að þau bara koma í hádeginu, borða og svo ekkert fyrir þau, þá kannski faraði eitthvað snáðast, skilurðu. En þegar það er allavega starfsmaður sem getur verið að nálgast þau, bara það að hendi einum spilastokk á borðið, þú veist, það getur strax hjálpað. Og þú veist, til dæmis það er orðið rosalegur áhugi á pingpong hérna. Borðtennisinu, að það er oft bara röð af krökkum sem vilja spila og spila. Ég er alltaf til í að spila við þau í því og svo bara hafa ég rosalegan áhuga, bara er oft hérna eftir klukkan 2 að djöflast, sko. Já, nei, hafa eitthvað að gera fyrir þau, það skiptir máli. Það er bara það sem skiptir öllu máli. Já. Síminn er ekki endilega, þau er alveg góð. Já, ég meina, eins og ég segi, leið og ég sjá það að það er eitthvað annað í boði fyrir þau, þá eru þau ekkert að leitast einu svona í símann. Hvað með tungumálið? Er það eitthvað, hvernig gengur það? Sko, mörg tungumál? Það eru náttúrulega mörg tungumál, en í rauninni, þú veist, bara það að þau komast í einhvern leik, það hjálpar þeim rosalega mikið að tala líka við aðra. Og hérna, ég er líka duglegur að taka krakkana eins og, þú veist, þau kannski vilja safna sig saman ef það eru frá, þú veist, þeim menningarheimum sem þau eru frá. Ég er duglegur að taka þau og blanda þeim saman. Það, þú veist, eins og oft bara á kvöldin, þá er ég að tala miklu meiri íslensku heldur en þau eru að tala til dæmis í skólanum eða eitthvað. Þau eru náttúrulega meira kannski að læra á bókina en bara að tala mann og mann á, skilur. Það getur náttúrulega hjálpað helling, sko. Nei, þetta gengur vel? Þetta gengur súper vel og bara vonandi að við höldum þessu áfram og bara frábært líka við erum með mikinn stuðning frá bæjarfélaginu og sjálfsögðu stjórnendum í skólanum. Það er náttúrulega sem skiptir öllu máli að skólinn, bæjarráð og tómstundastarfi og félagsstarfi vinni saman. Hérna fyrir innan er veljunarver. Hvað getur þú þekkir þetta söguna bak við það mjög vel? Jötun Heimari, það er gamla nafnið? Það er gamla nafni, öðrubrunni á þessu. Þetta er bæði hegðunarver og námsver. Og aðalástæðan er svo að þeir nefndir sem koma hingað inn séu bara í lífvél, sem við tekjum á þeim og mætt þeim á þeirra grundvelli. Og þetta er búið að vera starfað síðan 2009, minnum mig. Og líklegast elsta námsver okkar og hefur bara gengið mjög vel gennum tíðina. Hver er hugmyndin? Er þetta krakkar sem getur við sagt að eru í einhverjum, ná ekki, hvað getur við sagt, í smá vandræðum eða? Já, við getum bara orðað þannig kannski, það kemur bara ýmislegt upp á í grunnskóla, það er bara þannig, lífið er þannig. Já. Og til að finna bara góðan stað sem að hentar, þá er þetta tilvalið. Þannig að nemandinn er tekin úr sínum aðstæðum og þið farið hérna inn í veljunarverið og... Já, þetta er ákveðnir tímar í stundasöflu sem að mæta hingað inn, hvort þessi starffræði íslenska. Já, það er helstu fögin, aðalfögin, ásamt öðru fögum og kannski nemandinn með kannski 26 tíma á viku hérna inni. Já. Og reynt að hafa þetta til skammtíma. Þetta er ekki til að, nemendur er ekki að daga hérna uppi, að orða þannig. Þetta er ekki skammakrókur, eins og var kannski svolítið í skólum í gamla daga sem að kalla það. Þetta er ekki þannig? Nei, það er löngu búið og vonandi er það ekki neins staðar. Já. Og er þetta virka mjög vel? Þetta virkar mjög vel. Nemendur lifa mjög vel hérna og nemendur vilja helst ekki fara í burtu. Það er... En eru þau að læra þetta inni eða eru þau að hvíla sig frá náminu? Þau eru bæði að læra og að sjálfsögðu að læra um 1 og 3. Já. Og líka, þetta snýst líka að þeim líður bara vel. Já. Og séu velkomin í skólan og sinni sínu námi bara. Já. Nú eru þið með rosalega einstakann skóla í rauninni hvað fjölbreytni varðar af uppruna krakkana. Já. Hvernig er það að koma út? Það er bara að koma nokkuð vel út hjá okkur. Já. Og
bara taka það fram að við erum náttúrulega með óbúslega gott starfsfólk og eru tilbúin að teygja sig ansi langt, sem bara frábært og erum óbúslega þakklátt fyrir það. Af því að fjölbreytileikinn eins og segir, hann mjög mikil, sko. En þegar við tölum, ef við tölum vellíðunar hvernig finnst þér svona, hvernig upplifir líðan krakkana bara frá degi til dags? Flestra, bara mjög vel, sem að koma hingað. Og þetta er bara gott andrúmsloft, það er viðtekið mót þeim og þetta er einstaklingskennsla og þeim er bara mætt á þeim stað sem er í náminu, sem er svo mikilvægt og það er aðalatriðið, sko. Að mæta þeim á þeirra velli, sko. Og svo smátt og smátt fara bara inn í bekk aftur. Það er bara þannig, alveg þannig. Það er markmið. Sem er jákvætt að sjálfsögðu. Þetta er gömul hugmynd? Já, þetta er já, hún er gömul og hún fór á stað með þetta, hún Siffa, sem var í nokkur ár og var skólastjóri hérna. Og það heppnaðist bara mjög vel og hélt þessu áfram og ég tek við þessu 2013. Og hélt þessu áfram og svo er núna Rakel búin að taka við þessu og þetta hefur bara gengið nokkuð vel. Krökkum hefur liðið mjög vel hérna, sem er óbúslega jákvætt. Og vilja koma aftur og það er kannski jákvætt að þau vilja ekki fara úr verinu. Það segir ýmislegt. Jörgitta, Já. þú ert aðstoðar skólastjóri. Já, ég er það. Og hvaðan kemur þú? Ég er upprunalega frá Litáen. Litáen? En ég er búin að búa hér lengur heldur en Litáen núna. Já, ok. Þannig að það er svo erfið spurning. Hvaðan er ég? Ertu meira íslensk í rauninni? Þetta er já, ég tengi núna meiri en við heldum hinu líka rosalega vel. Já. Ég er með litánsku skóla líka. Já. En það er ekki algengt að fólk af erlendum uppruna sé hér í stjórnunarstöðum í skólakerfinu okkar? Nei, það er ég veit ekki, það er ekki algengt. En þetta er orðlega, þú veist, mjög hvetjandi til að fá fleiri fá tækifæri en að vera í þessum stöðum að koma með sína sýn af okkar menningarheimum og líka menntunarheimum. Þar sem við oft eins og ég er búin að vera skólastjóri í litánsku skóla lengi og vinn með menntamálaráðin til Litáens og líka á Íslandi líka, við erum að tengja saman, þannig að minnst bara ég get boðið upp á svo margt. Ok. Hvaða bakgrunn ertu með? Ertu kennari? Já, ég er kennari. Ég kláraði litánsmál og bókmyndir í Litáen. Svo flutti ég hingað, fór að læra leikskólakennara. Hvenær? 2001. Já, búin að vera hérna í aldarfjórðung hér um bil. Já. Svo fór ég læra íslensku sem fyrir erlendastúdenta hér þá, BA, og leikskólakennara. Ég læriði ansi mikið og lengi. Já, þetta er fjölbreyttan bakgrunn. Já. Og hvað ertu að gera hérna? Ertu í stjórnunarstöðu, ertu innan á krakkana eða allt saman? Ég var deildastur yngstastigs, ég er ennþá deildastur yngstastigs líka, pluss aðstoðarskólastjóri. Þannig ég er rosalega vel í öllum málum. Þannig ég þekki krakkana, ég þekki kennarana, ég þekki þörfina og mér langar að vera meira á gólfinu heldur en það er erfiðast að vera, kannski tekur meiri tíma en ég vil bara vera með fólkinu. Það líður mér best. Og fólk þú veist, þetta er bara annan títill, en ég samt vil fá fólk til mín og geta hjálpa þeim og aðstoða leiðbeint og svona. Já. Nú ertu upprunalega frá Austur-Evrópu. Já. Þar sem eru mjög margir nemendur einmitt hér, eða ekki, í þessum skóla. Jú, það Pólverjar og frá Austur-Evrópu, eða ekki? Já, og svo er líka það er svo rosalega gaman. Ég kann pólsku, ég kann rússnesku. Kannst pólsku og rússnesku. Og litánsku, þannig ég get eiginlega að tala við langt flesta nemendur. Já. Og þau vita það bara. Þegar ég labba á göngum, þá tala ekki pólsku. Eitthvað svona óviðkomandi. Já, er það. Þannig já, það er rosa skemmtilegt að geta að tala við svo marga. Já. Hæ, krakkar. Hæ. Hver er svona þín reynsla af ungmennum sem eru fædd á Íslandi, sem eru í minnihluta í þessum skóla og krökkum frá öðrum löndum? Finnst þér, hvað getur þau sagt, svona menningarmunur?
Ég held að segja að við erum í besta skóla að því krakkarnir hér eru svo þakklátir fyrir allt sem við gerum fyrir þau. Og það er svo auðvelt að ná til þeirra. Að þau skortir kannski ýmislegt, en þau kunna að meta. Þau kunna að meta svo margt. Þetta er bara margir kennari sem búin að kannski kenna í öðrum skólum. Og krakkarnir hafa kannski ansi gott margir, sérstaklega Íslendingar. En hérna, allt sem þú gerir, þau eru svo rosalega þakklátir fyrir allt. Útlensku krakkarnir, getur við sagt. Já, en líka íslensku. Líka íslensku, já. Það er enginn fætur á Ásbrú. Þetta er allir aðfluttir. Og ef þú ert Íslendingur og aðfluttur, þá finnur líka fyrir svona erfitt að koma inn í samfélagi. Þannig mér finnst það bara að þetta er svona kærleiki í þeim. Já. Þannig að þú finnur bara, þetta gengur mjög vel, þessi blanda í rauninni. Með mikið af krökkum hérna af erlendum uppruna og Íslendingar. Já, ef þú ert aðfluttur Íslendingur eða kemur erlendis frá, það er besta skóli að vera, hér. Því það er þú veist, það er enginn fætur hér, það er enginn svona með eitthvað hefðir eða venjur, það er allir velkomnir. Og þau eru svo vön einn daginn kemur einhver frá Pólandi inn í bekkinu, Venezuela eða Húsavík eða einhvers staðar, þau eru bara svo vön. Og þau eru rosalega vel þjálfuð í því að taka vel á móti krökkunum í bekkina sína, þannig þetta er Hvað finnst þér svona erfiðast í skólanum hérna, í kennslunni, getur við sagt? Þetta er kannski Er tungumálið erfið? Það er hægt að vinna með tungumál, það er hægt að vinna, en þetta er kannski bakgrunnur þeirra oft sem erfið að vita og vinna með. Þú veist, þannig að það er einhver erfið reynsla og eitthvað svoleiðis. Á tímabili það voru líka hér þú veist, kannski foreldrar sem voru að skilja og leigðu, þetta er eitthvað svona sálrænt sem erfitt að eiga við. Allt hitt eins og kennsla og nám og félagsfærni, það er hægt að vinna með allt. Og við erum rosalega vel þjálfuð í því. Ég held að segja að við getum tekið á hvaða barn sem er og gert vel utan haldum alla nemendur. Því við erum búin að vera í þessu í mörg ár. Þannig að okkur finnst þetta bara mjög skemmtilegt. Hvernig líður þér á Íslandi? Mér líður bara rosalega vel. Já. En ég fer alltaf ég er alltaf að viðhalda hinu líka, en þegar ég fer heim og kem aftur heim, þá ég finn eins og núna í sumarfríi að mér langar bara að koma aðeins fyrir heim hingað. Já, það já. Því það er allt svona einhver veginn. Þitt líf snýst að vera hér. Já. En þetta ég hef aldrei fengið neina fordóma eða neitt, það var rosalega vel tekið á móti okkur fyrir svo mörgum árum síðan, þannig þetta já, ég er mjög heppin með það. En kannski það líka hvernig þú kemur inn og þitt viðhorf og hvað getur þú lagt til, þannig þetta er bara allt svona bland. Fannst þér erfitt að læra íslensku? Nei, ekki þannig sé, litáíska er mjög erfið mál, eina af elstu málum, þannig þetta mér finnst erfitt að læra stærðfræði, en ekki tungumál. Þetta er sem sagt ný deild sem við erum að opna núna fyrir nemendur sem eru með einhverfu. Og við leggjum áherslu á bara hlýtt andrúmsloft, fyrirsjáanleika. Nemendur vita til hvers ætlast að þeim. Og við vinnum í stuttum lotum, við vinnum verkefni sem þau sjá fyrir hvað þau eru að gera. Þannig að það sé ykkar óvæntar uppákomur, allir vita hvað þeir eru að gera. Og já. Og hvernig gengur? Það gengur mjög vel, enn sem komið er. Eru þau sér þá eða? Já, en þau eru ekki í öllum tímum sér. Nei. Þau eru hjá mér í svona flestum bóknámstímum, en þau fara í hringekju, íþróttir, sund og þannig. Og eftir því sem að tíminn líður þá sjáum við bara til, hvað þau eru færum að gera. Af því að markmiðið er náttúrulega alltaf að þau séu hluti af bekk, hluti af hóp, og við bara tökum stutt skref til að koma þeim þangað. Hvað segir reynslan okkur í þessu? Hvernig hefur þetta gengið á undanförnum árum með nemendur sem að glíma við þetta? Sko, ég held að þetta hafi gengið bara vel og það þarf að meta hvert einstaka tilvik fyrir sig. Já. En það sem ég hef séð hefur þetta bara gengið vel. Og ef að nemendur fá þann stuðning sem þau þurfa, þá er ekkert við til fyrirstæðu að allt gangi vel. Við erum með ca. 370 nemendur
og þar af eru 250 sem eru með annað tungumál en íslensku. Þannig að og bara eins og bara að labba með okkur skólan og þá er þetta ég ætla bara jákvæð áskorun að takast á við og ég ætla að vona svo innilega þegar við fundið með því að labba með mér hvað nemendur eru ótrúlega þakklátt. Ég held að það sé orðið sem stendur svolítið upp. Það maður svona einhvern veginn skynjar góðan anda og svona meðal starfsfólksins líka og en í hverju felast áskoranirnar svona mest? Er það tungumálið eða eitthvað annað? Ég hugsa að það sé tungumálið og bara út á nefnir starfsfólki þetta svona batteri gengur einungis upp út af eitthvað starfsfólki frábært og það er tilbúið að takast á við áskoranir sem koma. Bara eins og að koma núna úr Friðheimum 2 nýir nemendur í dag, það komu held samtals 9 nemendur í síðustu viku þannig og það má alveg búast við því að verði fleiri svona með við hvernig ástandið í heiminum í dag bara í Miðausturlöndum og bara í Evrópu. Og svo þessi 2 nýir nemendur sem kom í dag eru komið frá Úkraínu. Þannig en áskorunin, er tungumálið. Og bara alveg svo við tölum eins og með Friðheim, þar byrja allir nýir nemendur sem með annað tungumál en íslensku og eru þar fyrstu 12 vikurnar áður en þau koma þá inn í skólann í rauninni, inn í bekk til okkar. Og þá eru þau eru betur undirbúin. Og það er búið að kenna þeim að takast á í íslenskuna, þau eru komið með pínu grunn í íslensku og líka bara, og svo eru bara líka með nemendur sem hafa jafnvel kannski aldrei verið í skóla. Þannig að það er alveg áskorun líka. Hvað er þetta, frá hvað mörgum löndum eru nemendur? Ertu með það? Þetta eru mörg tungumál? Þetta er í kringum í dag, þetta sé í kringum 30 tungumál. Hugsanlega frá svipaða fjöldi, kannski frá 40 löndum, getið trúað, 30 tungumál frá 40 löndum. Þannig að allir nemendur sem eru með annað tungumál í íslensku, þau byrja í Friðheimum og eru þar í 12 vikur, þar sem grunnurinn bara á íslensku er farið og bæta við sig orðaforða og það er stefnt að því að orðaforðin eftir þessar 12 vikur séu sirka 400 orð og það er ekki bara það að koma inn í íslensku, heldur eins og ég segi, að kenna þeim að vera í skóla og líka bara fyrir okkur að kynnast nemendunum. Það eru nemandinn meiri aðstoð í námi, það er til dæmis eitt. En alveg frá upphafi þegar þau koma, þá byrja þau að kynnast bekknum með því að fara með þeim í íþróttir, þau fara með þeim í sund og list og verkefni. Þannig að svona hægt og rólega Þau eru ekki alveg út af því. Og við höfum tekið þá umræðu. Það er aldrei gott að vera bara kannski á einum stað og ná ekki að blandast í rauninni við nemenduna sem þegar búi í hverfinu. Er þá í rauninni 70% starfinu náttúrulega eðlilega snýst að koma þessum ungmennum á legg, getum við sagt, hér á Íslandi, á Suðurnesjum? Jú, máli segja. Ég hugsa að við fáum meiri hlutan af einstaklingunum sem að flytja til landsins. Og þau koma hingað og eru velkomin. Þetta er bara, mér finnst þetta yndislegt starf og líka bara eins og ég segi, starfsfólki er frábært. Það er svo tilbúið í þessa áskorun. Og tekur það bara eins og kannski ég er bara með ást og umhyggju og þannig bara ná að skapa þetta námsumhverfi sem er núna til staðar. Finnst þér þetta eitthvað trufla íslensku krakkana ef við getum orðað þetta þannig, það er hálf asnalegt að segja þetta, en þetta er samt þannig að þriðji hver er Íslendingur, suðurnesjamaður og 7 af hverjum 10 eru með erlendan bakgrunn. Hvernig gengur svona að samlagast þetta allt saman? Mér finnst þetta ganga ótrúlega vel og þegar maður er að tala við kennara þá gengur þetta mjög vel. Þau fara, þegar þau eru komið búin í Friðheimum og koma yfir í bekk, að þá halda þau samt sem áður áfram í svokölluðu ísateymi, íslenska sem annað tungumál, og eru þar í þá öðru prógrammi á meðan að þeir sem eru komin lengra í íslensku eru þá ennþá inn í bekk. Þannig að það hefur gengið mjög vel og það er nauðsynlegt að hafa þetta til staðar. Þannig að eins og þú segir, íslensku börnin taki sínum framförum
í íslenskunni. Já. Það má ekki hægja á þeim heldur. Nei. En krakkarnir sem að koma frá öðrum löndum, þau eru líka með mismunandi bakgrunn. Hvað þau kunna mikið í rauninni, hvað þið viti í rauninni kannski ekkert hvað þau hafa. Þú kemur 10 ára barn og þið viti kannski lítið hvaða bakgrunn viðkomandi hefur í námi. Já, stundum bara ekki neitt bakgrunn, fáum ekki neitt sent með þeim. Og þess vegna hafa þau verið að gera þetta einstaklega vel. Það byrjar allt með móttökuviðtali við nemandann og við foreldra og sjá hvernig staðan er. Þannig að það er ekki hent bara beint í djúpulaugina og bara gjöra svo vel, bara byrjar heldur svona hægt og rólega bara tekið á móti nemandanum. Þannig að hann ná í rauninni að aðlagast sinni skólagöngu sem allra best. Hvernig finnst ykkur útlensku krakkarnir vera að taka náminu sem er náttúrulega íslenskt? Þú veist, þessi fög sem þið eru með hvernig er þeim að ganga í þeim? Þetta er náttúrulega starffræði svo sem alþjóðlegt. Jú. En þú veist, kannski einhver íslensk fög, þú veist, saga eða... með samfélagsfræði og svona náttúrufræði sem hafa kannski verið þyngst, en þar eru við bara með frábæra kennara. Þar sem að við erum með námsefni á íslensku. En svo nýtur þér gervigreindina til þess að, ég er rauninni kannski til þess að aðstoða þig við námið þannig að þú skiljir rauninni hvað fer og á sér stað. En það er líka bara gaman að segja frá því að nemendur sem hafa komið og með aðra sýn heldur við og aðra nálgun og hafa verið greinilega í skóla annars staðar, að þau eru til dæmis bara að kynna fyrir okkur verkefnum sem við höfum aldrei séð áður. Bara framúrskarandi verkefnagerð sem er ótrúlega gaman og það það smittar sig líka þá yfir á Íslendingarnir. Öðruvísi nálgun á náminu. Þannig að þetta er góður gangur í þessu. Mér finnst það frábær gangur í þessu. Og mér finnst bara andrúmsloftið frábært. Það er sama hvað með trúarbrögð eða menningarheimar, bera virðingu fyrir hvort öðru, taka hvort öðru ótrúlega vel. Og kennararnir, er svipað hlutfall í þeim? Er 7 af hverjum 10 með eru útlendingar eða með erlendan bakgrunn? Nei, reyndar ekki. Við erum samt alveg með nokkra. Þau eru, ég ætla ekki að fara að telja upp einhverja, en það er bara þau eru á unglingastigi, þau eru rauninni bara allstaðar. Og ég held að það sé líka bara mikilvægt fyrir okkar skóla að nemendur kynnist kennurum sem hafa í rauninni gengið í gegnum það sama og þau eru að gangi í gegnum núna. Hafa flust til landsins, þurfa í rauninni að byrja að tileinka sér að læra íslensku og eru svo bara komin á þennan stað, eru orðnir kennarar og eru að miðla sinni reynslu og þekkingu áfram til þeirra. Þetta eru frábæra fyrirmyndir. Maður hefði kannski mætt þinn í spjall og haldið að þú mundir barma þér og hvað þetta væri allt rosalega erfitt en það er langt frá því. Það er svo gott hljóð og góður andi og þið eru svona brött. Já, mér finnst bara, þetta er starfsfólki. Það er það sem skapar andan. Og skólabraginn sem við erum að búa til. Það er allt starfsfólkinu að þakka. Það er ekki, það er við sem gerum þetta saman leið og bara eins og við höfum verið að leggja mikla áherslu á að tölum upp skólann og tölum jákvætt skólann og tölum jákvætt nemendur og tölum jákvætt hvort annað. Þetta smittar út frá sér. Þetta hefur allt að segja. Og ég held að það sé ástæða fyrir því að skólastarfi gengur svona vel hjá okkur. Fyrst og fremst er þetta bara frábærandi og frábært starf. Hvað finnst þér krakkana sem eru ekki íslensk? Hvað eru þau, ef þau eru búin að vera frá því þau eru lítil, þá náttúrulega er íslenskar auðveld fyrir þau, en ef þau koma aðeins eldri? En það er ekki alltaf þannig. Við erum með krakkana koma frá leikskóla og tala litla íslensku. Það er ekki sjálfgefið. Eins og oft tala bara ef þú eru barn, þá kemur þetta, en það er ekki alltaf. Það er ekki alltaf? Nei. Það er bara, þarf að leggja líka vinnu í það og viðhalda og kannski stundum krakkar hópa sér saman á leikskóla eitthvað svona. Eða þetta er líka mjög sálrænt, en ef foreldrar alltaf að tala það, þau eru á leiðinni heim, þá krakkarnir heyra þetta og vilja ekki læra tungumál, þau eru alltaf á leiðinni heim.
Og þetta erfiðast sem þegar þú spurði, það erfiðast sem við þurfum að vinna með. Að því viðhorf svo sterkt, þú veist, og fólk hér í 10 ára eða meira, alltaf á leiðinni heim og þá ekki búin að læra tungumáli, þá þú veist, þú tekur tækifæri frá krökkunum. Þannig að það svona pína, við erum með eitt prógram í gangi líka núna sem að byrja að við ætlum að vinna meira með foreldrum, að fá þau inn í skólakerfið og þetta verkefni fyrir alla. Það líka eins og segja Íslendingar líka og að fá foreldra að kynna skólakerfinu betur. Svo þú getur hjálpað okkur þú veist, og krökkunum sínum og breyta viðhorfi og svona. Það skiptir engu máli hvort þú ert að flytja eftir 1 ár, þú verður samt að leggja allt núna, af því þú veist hvernig lífið getur breyst. Við höfum verið með núna, til dæmis bara foreldrafundur á mánudaginn og hjá foreldraráðinu eða foreldrafélaginu og ég hef alltaf mætt á þá fundi og það voru rúmlega 20 mann sem mættu og það voru bara að ræða hvernig við hefur gengið og við hefur gengið ótrúlega vel og við höfum lagt mikla áherslu á gott foreldrasamstarf og tengingu við heimilin. Þannig að allir póstar sem koma frá okkur, það alltaf hvart til að hafa samband, eitthvað sem við getum unnið að til þess að gera skólastarfið. Það gott en við viljum bara alltaf gera það betra, það á alltaf að vera í þróun og það hefur gengið ótrúlega vel, ekki fá vandamál. Já, mjög. Og ekkert sem við getum ekki unnið úr og ekkert sem við erum ekki tilbúin til þess að ræða. Ef það koma upp einhver mál, þá sitjum við bara við þetta borð og þangað til að bara komið lausn sem allir eru sáttir við. Nemandi alltaf nemandi og hvernig maður nálgast nemanda og ég hef bara þá sýn ef þú nálgast nemandan af umhyggju og sýnir honum virðingu, þá færðu nákvæmlega það sama tilbaka. Leið og við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út blaðið okkar sem dreift á 30 stöðum á Suðurnesjum og einnig í Salalaug í Kópavogi. Þið getið einnig nálgast blaðið rafrænt á vefnum okkar vaff.is en síðan erum við með nýjar fréttir og umfjöllun á Víkurfréttavefnum alla daga vikunar og sömuleiðis golffréttir á kylfingur.is. Við þiggjum góðar ábendingar efni, sendu okkur endilega á vaff@vaff.is. Þökkum fyrir okkur, verið sæl.